Usher, lag sem heitir More, Red One. En margt framöndan skemmtilegt helgina komandi og við ætlum að sjálfsögðu að vera upp á Flúðum. Ég og Gulli og hann ætlar að vera á laugardeginum og ég ætla að vera á sunnudeginum, en viðburðastjórinn sjálfur mættur á svæðið. Góðan daginn, Bessi. Góðan og blessaðan daginn hér. Hvað segirðu? Afskaplega gott að koma til ykkar. Er það ekki? Þetta svo heimilislegt. Að fá kaffisopan og svona, mér líður eins og ég sé komin heim. Já. Og ert heima? Já, hér á ég heima. Já, það er málið. Það verður gríðarlega mikið fjör hjá okkur á Flúðum. Það er við Herru, Siggi Stormur sagði mitt áðan og hann lýgur aldrei að besta veðri verður á Flúðum. Já, ég held að hann hafi ekki þurft að skoða dagskrána mikið til þess að átta sig á því að það verður besta veðrið. Fólk þarf ekkert að efast það að besta veðrið verður á Flúðum. Það er alltaf gott veður á Flúðum. Lognmolla. Já, þetta verður unaðslegt og mikið af fólki og mikið af skemmtilegu fólki og við erum búin að fá gríðarlega góð viðbrögð. Þarna var svona, það var ákveðið að henda í svona smá hátíð á þess að það var svona stutt í verslunarhelgina, en samt ákveða við að kokka upp smá partí og viðbröðin hafa verið alveg gríðarlega jákvæð og við ákveðum að setja þarna bara dansleiki á öll kvöldin og vera svo með skemmtanir svona fyrirpart kvölds og svo náttúrulega eru fyrir alla fjölskylduna viðburðir upp á Flúðum sem að allir geta skemmt sér við, og þarna verður Furðubátakeppni, meðal annars furðubátakeppni og leikópurinn Lotta ætlar að vera í Listigarðinum á sunnudeginu klukkan 1. Furðubátakeppnin er í Litlu Laxá sem rennur hætti gegnum Flúðu klukkan 2 á laugardeginum. Gretar Örvarsson, hinn mikla hetja, hún ætlar að vera hún hetjan. Hann ætlar að vera hérna með brekkusöng sem heitir Torfdalurinn. Þetta er bara brekkan fyrir neðan Límtré. Þar verður kveikt í báli klukkan 8:30 á sunnudagskvöldið. Þetta er vinsæl brekka, það ekki til að halda brekkusöng. Jú, ég held að sé alltaf þarna. Settur þarna bít frá flutningaaðlinum og hann kemur sér fyrir og svo verður bara sungið fram í hið óvendalega við bálköstin. Já. Og er það bak við eitthvað fyrirtæki? Þetta er fyrir neðan Límtré. Já. Í brekkunni þar. Einmitt. Ég er ekki nákvæmlega hvað það er, ég held að vera að tala bara eitthvað tré. Já, Límtréð sem að vex þarna, já. Engangu Flúðum, þar er Límtréð. En svo náttúrulega eru það þessi dansleikir. En traktortorfaran, hefur hún ekki alltaf verið? Það hefur alltaf verið traktortorfara þarna. Ég man ekki hvort hún var í fyrra. Það er eins og mér minni það nú samt. En reglur og lög eiga þá oft til að skemma það sem að skemmtilegt er. En þannig mjög vexti að mér skilst, ekki það að ég hafi hugmyndið það, en að keppendur hafi ekki haft efni á því að tryggja sig eins og opinberir aðlar báðum, og að keppnishaldarar bara höfðu ekki bólmagn í að halda þessa keppni með öll þá standarda sem að settir eru. En mér skilst nú samt enga síður að ef að þetta hefði verið kallað traktorasýning, að þá hefði þetta mátt alveg verið í óbreyttri mynd. Þessi ending keppni er eitthvað að skemma fyrir. Mér finnst það yndislega báðu tveir. Ég er svona að horfa okkur hérna með við borðið og Gulli, þú ert eiginlega orðið svona eins og Guðrún Gunnars þegar hún mætir í viðtal, hún fyrir alltaf að taka viðtali, skilur, þó hún sé í viðtali. Já, þetta er bara það sem ég geri og kann. Svona er þetta þegar 3 útvarpsmenn fara að tala saman. Ég kann ekki verið í viðtali. En traktorarnir verða bara í heiskap í staðinn. Já, ekki það, ég held að þessi traktorar sem voru í þessari keppni Gjör svo vel, Henny. hafi nú lítið verið í heiskap. Það myndi nú óbyggilega þeita heginu ef þú myndi tengja heitætlu við þessa græður, það myndi nú þeita því ansi langt eitthvað út í hafsauga. En við áðum það dansleikinni líka sem við þurfum að koma að, og það er heljarinnar flott balladaskrá og húsið að opna klukkan 11 alltaf á kvöldin, og á morgun er það Hljómsveitin á móti sól sem ætlar að vera með stór dansleik. Svo á laugardagskvöldið er það Stuðlabandið sem er nú eina betri sveitaballaböndum landsins og verður ábyggilega mikið fjör. Og svo á sunnudaginn er hátíðadansleikur með Sniglabandinu, og þessar hljómsveitir á móti sól og Sniglabandið hafa nú verið svona svolítið að heimavelli á Flúðum þegar útlægin. Já, þeir eru náttúrulega búin að vera útlæganum. Ég veit að Sniglabandið var á laugardeginum í fyrra og einhver mynd af móti sól var þar á laugardeginum. En svo erum við að tala um að þetta er ekki útlæganum í ár, heldur þetta er inn í félagsheimilinu. Já, þannig mjög vexti að Árni útlægi, hann er að taka húsið hjá sér útlægan aðeins í gegn. Hann er að rífa það allt saman út og ætlar að stækka barinn og laga gólfinn og svona.
og bara eins og með alla framkvæmdir þá bara tefjast þær eðlilega og hann náði bara ekki að opna fyrir Vestlumhelgi, þannig að við ákvaðum bara að smelli þetta og hann verður með okkur í þessu Árni útlægi alveg eins og grár köttur ábyggilega á þessu öllu saman. Magnaður maður. Já, ótrúlegur. En mér langar líka að minna fólk á pub-quizið. Ég er búin að sitja sveittur við að semja spurninga fyrir pub-quiz. Er þetta ekki pub? Er þetta ekki pub? Þetta pub. Ég veit ekki. Er þetta ekki með B? Pub-quiz eða pub-quiz. Ég held að það sé pub. Já. Er þetta eitthvað fjölbreytt flóra af spurningum þá? Þetta eru öllum áttum. Þetta er allskinn spurningar og vitleysa og það eru stórglæsilega vinningar frá styrktaraðalunum okkar sem eru Víulfell kom ansi vel við bakið okkur í þessu. Þannig ég geti unnið eitt kaldan. Þú gæti náður í einn hrímkaldan og gós og allir pakkin, þannig að það er allir velkomnir á pub-quiz. En svo svo náttúrulega er það Latti sem verður með sýningu, uppistand. Hann og Hjörtur Hásir ætla að koma á laugardagskvöldinu og vera með svona uppistands tónleika ferilsýningu hjá Latta og við erum gríðarlega spenntir fyrir því. Ég er einmitt að fara på flúði núna, það verður forsala miða í félagsheimilinu núna milli 6 og 8 í kvöld og bara þannig að fólk getur tryggt sér miða. Ég fór á sýninguna þegar Latti var á Selfossi og þetta var mergjað. Alveg fjörsamlega. Maður er náttúrulega fættur entertainer Ég hef líka mikið spáðið hvort sé fyndnari Latti eða Hjörtur Hásir og því Hjörtur er nú líka svolítið mikið spögari Já, og líka bara það er svo fyndið að sjá Hjört líka. Hann lúkar bara fyndið. En ég ætla að vera í beinna laugardaginn. Já. Og ég ætla að fá Latta til mín í heimsókn. Já, vel gert. Og vonandi fleiri gesti. Ég vil endilega minna fólk á þetta yndislega verkfæri Snapchat. Við erum búin að vera að innleiða Snapchati. Reikningurinn heitir bara Flúðir Vestló, Flutir Vestló og þar hefum við verið að birta tilkynningar alla þessa viðburði og allt það sem að vera tjaldsvæðin og staðsetningar og tímasetningar og annað slíkt og þetta hefur verið gríðarlega vel tekið og það er bara ótrúlegt hvað það er mikið af fólki sem að skráa sig á þetta. Og þar er líka hægt að senda okkur, hátíðarstjórninni, spurningar eða ábendingar og við svörum því þarna því að við viljum að það séu allir sem að koma flúður helgina vel meðvitaður allt sem er að gerast og líka bara geta sendt áminningu og fólk minna þau á að haga sér skikkanlega og vera ekki eins og fíbl og eins og Stebbi segir með neistaflugið, ekki vera fáviti eða bannað að vera fáviti, það er afskaplega góð lína og við skulum bara reyna til ykkur hana helgina, annars eru allar upplýsingar inn á Facebook, Vestlum helgina flúðum eða bara Flúður Vestló og ég laka bara ógeðslega til að sjá ykkur á morgunkrakkar Sumleiðis og sunnudaginn, beinni frá Grund hvað heitir þetta, Kaffi? Já, veitingastafurinn á Flúðum eða Kaffi Grund Kaffigrund, við ætlum að láta fara vel þetta er staðsett á Grund, þá heimamenn þekkir þetta sem Kaffigrund. Já, nákvæmlega. Þetta er bara hann á bak við verslunina. Já. Þetta er alltaf flottur staður. Svo verða náttúrulega hann nóttina svona rétt í lokin þá áður en að fólk fyrir heim hvort sem það er í tjaldið, út á tjaldsvæði eða heim til sín eða upp í bústað eða hvert sem er að þá verða þarna alþjóðlegir matarvagnar fyrir utan félagsheimilið þannig að það geta allir fengið sér smá snarl áður en að þið farið heim. Það er náttúrulega bara bráðnöðsilegt. Já, algjörlega, maður fer ekki heima fastandi í maga. Maður getur þá að taka halva lítur að rjóma en maður ætlar að vakna. Já. Það er mjög gott að fá sér að borða, þá vaknar maður aðeins hressari. Já, ekki spurning. Herru drengir, hlakka til að eða helginni með ykkur? Nú, ég áttur að spyrja hann Já, þú ert að spyrja hann. All hinn helmingurinn að vita með þetta. Flúður helgina. Punktur. Við verum þar, ekki spurning. Erum opið mánudagar til 50 dagar frá 11 til hálf 7. Rúmfattalagarinn Selfossi. Rúmfattalagarinn.is Hamborgarabúla tóm